Nú ætlum við aðeins að skoða ummál. Ummál er þegar við tökum allar hliðarnar í einhverju marghyrningi og leggjum þær saman. Hér vitum við tvær hliðar en fyrst að þessi hlið er 2, þá er, að þetta er rétthyrningur, þá er þessi hlið líka 2 og þessi er 3 eins og á móti. Og þá legg ég þetta bara saman, byrja bara á einu horninu, 2 + 3 + 2 + 3. 2 + 3 + 2 + 3. Það er jafnt og 10. Þetta er í millimetrum, þá er svarið í millimetrum. Sama hérna. Ég byrja bara á hverjum einum stað. 2 + 3 + 2 + 4 + 3. Þetta er 14 cm. Finna, það getur verið ágætt bara að púnta hjá sér. Hvar byrja ég, svo maður fari ekki of langt eða of stutt. Hérna erum við með hellur. Hér er garður og hellur utan. Reiknið ummál bæði ytri og innri hrings. Þetta er 1 metri og hér er það einni viðbót og einni viðbót og einni viðbót og einni viðbót og einni viðbót. Þá erum við með 1, 2, 3, 4, 5, 6 metra að utan. Hérna erum við með 1, 2, 3, 4, 5 metra að utan. Hérna erum við með 5 líka og hérna 6. Þannig að ytri hringurinn er 6 + 5 + 6 + 5 sem er 22 metrar. Innri hringurinn er þá 1, 2, 3 hérna og 1, 2, 3, 4 hérna. Hann er þá 3 + 4 + 3 + 4. Legg bara saman hliðarnar. Út úr þessu fæ ég 14 metra. Mismunurinn eru þá heilir 8 metrar. En hvað ef ég bæti við einum hring af hellum? Þá þarf ég að teikna, sjáu þið, hellur hérna og fara alveg út fyrir, sjáu þið. Og það borgar sig að klára að teikna bara hérna hálfan hring. Ég þarf ekki að fara allan hringinn. Og þá sé ég, hvað eru nú margar hellur í hringnum hér? Hérna er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Þetta er orðnir 8 metrar. Og hér 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metrar. Þá er ysti hringurinn orðin 7 + 8 + 7 + 8. Þessi hlið + þessi hlið + þessi + þessi. Og út úr þessu fæ ég 30 metra. Og svo get ég fundið mismunin á hverju sem er hérna. Með því að draga einfallega bara frá. Þið þurfið að passa, sjáu þið, leið ég bæti við, þá lengist þetta 2-falt breiddina á hellunum. Það sem voru 6 áður fer í 8, fer í 5, fer í 7. Ef hellunar hefur verið hálfur metri, þá hefur ég bætt við hálfur metra hér og hálfum hér, sem er samtals heill metri. Skiptir máli hvað eru hellurnar stórar. Þegar hjól hefur farið heilan hring hefur það farið 2 metra. Hve marga hringi hefur það snúist þegar hefur farið 400 cm? Það er fyrsta spurningin. Nú, hvað eru 2 metrar margir sentimetrar? Það eru 100 cm í metra, þannig að 2 metrar eru 200 cm. Og hvað fyrir hjóli marga hringi? Þá ger ég bara 400 deilt í 200. Það hefur farið 2 hringi. 50 metrar eru þá 5000 metrar deilt með 200. Það er 25 hringir. Þetta megi þess vegna slá bara inn í vasareikni. Og 1000, 1 kilometr eru 1000 metrar. Sem eru þá 100.000 centimetrar. Hvort ég gerir þetta í centimetrum eða metrum skiptir engu máli. Ég get líka gert hérna bara 1000 deilt með 2, af því að þetta eru 2 metrar. Það eru 500 hringir. Hér hefði ég alveg geta gert bara 50 deilt með 2 og ég fæ líka út 25 er það ekki. Hvora aðferðina ég nota skiptir engu máli.
Hvað er hver hlið löng þegar ummálið er 15? Það þýðir að þessi hlið plús þessi hlið er samtals 15. Og hvað er allar þessar hliðar margar? Það eru 3, þá ger ég bara 15 deilt með 3. Hver hlið er 5 cm. Hérna eru þar 4, 36 deilt með 4 eru 9 desimetrar. Hafa einingarna með. Hérna eru 1, 2, 3, 4, 5, 6 hliðar, 36 deilt með 6. Því að ummálið er þegar ég er búin að leggja allar hliðarna saman. 6 metrar. Hvert er ummálið og hver hlið er 6 cm. Hvað eru margar hliðar? 1, 2, 3, 4. 4 sinnum 6 eru 24 cm. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sinnum 3 eru 15 millimetrar.